Hérna ætla ég að renna í gegnum henni búin til ofn fyrir hitalagni sem við getum notað í bílblaðnateikningu. Byggði til rúmmynd með stútum og allir því sem til þarf. Ég nota grunnskjalið sem er hérna inni á verkefni 3 hjá okkur núna. Grunnskjal bílblaðnateikninga til þess að teikna þetta. Þannig að það var það opið og ég fer í view hérna, sjá ég smelli hérna á bláa hornið á view-kúbnum hérna og fæ isometer viewið upp. Það er líka hægt að fara aðra leið. Það er til hérna upp í horninu, sjáðu. Viewport controls, view controls hérna. Tuti, smelli hérna á S of isometer, ég sett top view hérna eða S of isometer, þá fáum við listan upp hérna. Við viljum hafa S 12 of isometer. Kveikt á. Og við viljum líka hafa kveikt á ortomótinu hérna niðri. Kveikum á því. Og síðan þurfum við að stilla okkur á réttan layer. Í grunngullinleikur er til layer hérna, ég smellum á hann hérna uppi, sem heitir opnar kranar. Svona. Ef við erum ekki með þetta grunnskjal, þá getum við alltaf að fara í layer properties hérna, og búið til layer. Þið sjáum stillinguna hérna á honum. Opna kranar, þetta er litur 82, þetta er continue line. Þetta er sem sagt line width, default, sjá, hvað ekki maður það? Þetta er 0,25 mm. Til þess að teikna síðan táknið, skulum við fara hérna í rectangle-skipuluna og við smellum bara punkti 0,0 og skulum teikna eitthvað sem er 50 mm. 1000. Þetta er ofn sem er 50 mm breiður og hann er metur á lengd. Ég ætla svo að búa til efri hlutann og velja hérna copy, klikka á línuna, íta á space eða enter og dreif mig hérna upp, beint upp. Ég er alltaf búinn að stilla hérna ortomót, það er mjög mikilvægt. Og við skulum hafa hann 600 mm háan. Þetta er escape og teikna svo línu hérna á milli hornanna. Íta á space til að slökkva á línuskipinu og space til að kveikja henni aftur á milli. Nú skal við teikna stútana. Þannig að það þarf að byrja að skoða eitt hérna niður í ábyrgð-snappinu sem er hérna niðri. Passa að það sé ljóma, það er blátt á litinn. Hægri smellið og alltaf hvað þessi gerur kveikt á midpoint hérna hjá okkur. Það er svona check tab fyrir framan. Og kveikir svo á línuskipunni og við skulum taka út stút hérna sem er eitthvað 50 mm frá og við skulum taka 100 mm hérna til hliðar, bara svona. Já, ég er að fatta það að ég er að gleyma að setja hérna á layerinn, það er ekkert mál, ég fært þetta bara yfir. Ég hef verið allt saman. Gerur svona. Og svo get ég hérna make current og held hann sér í gangi. Svona. Og gera það sama hérna uppi. Ég sé line. Ég tek hérna miðjuna. 50 mm út og 100 mm til hliðar. Þá erum við konið með stútana upp og niðri. Ég ætla aðeins að gera smá táttrætti viðbót hérna. Ég ætla að taka aftur línu hérna og teikna hérna út aftur eitthvað 25 mm
og línu hérna í sikkur áttina, 25 mm hérna og 25 mm hér. Og virka þetta svo krani. Við erum að bæta við 2 ringjum hérna. Við erum vel í circle og hérna í endana á sikkur strikið og við erum búa til 2 ringi sem eru 10 mm í þvermál. Nei, 10 mm radíus fyrir ekki. Og þá átti þetta að vera klárt. Áður en lengra farið þá er gott að vista þetta. Við erum í Save As hérna og vistum þetta í Garamöppu og kallið þetta bara op. Lagnatákn bara. Síðan er ágætt að taka, skulum velja þessa hérna línu og íta hérna grúp. Og þetta er eitt unit hérna, sama hérna niðri með þessa krán okkar grúp. Síðan velja þetta allt saman svona og fer svo hérna í create block. Það má líka skrifa bara block í command-línuna ef þið finnið þetta ekki. Create block. Svona. Og þá spyr hérna, þá skulum við setja bara hérna, þetta er bara op 1,0 metr. Og við skulum hafa hérna base point, haka við það. Þetta ætti að vera komið hérna, komið til blokk. Ok. Og base pointin er þá, við skulum bara smella hérna á þessa hérna línu sem base point. Það var hægt að vera ein blokk og ég er bara tilbúin til nokkunar. Þannig að þá erum við op sem er metr og lengd sem blokk. Ég ætla svo að búa til 2 opnum viðbót, annar er 1200 mm og hinn er 2200, þannig að þetta er 2 metrar, þetta er stór. Ég tek hann að kópi fyrir því og ég kópera þannig fyrsta opn okkar og kópera hann bara 2 strax, byrjum bara því. Okay. Síðan velja þennan hérna og ég S-blota hann upp, sprengja hann upp, S-blot. Þannig að þá verður hann aftur staka línu, hann er ekki blokk lengur, blokkin okkar er til staðar hérna, ekki á okkur því. Hérna kynna ykkur hérna eitthvað sem heitir stretch. Svo stekkar upp hluti, dregur það. Og við þurfum að velja þá bláhorni hérna, velja með þannig að græni í flippingum en ekki blái sko. Þannig að velja allt sem er hérna megin á endanum, svona. Ok. Tekur svo stresskipunum okkar, smellum á hana og smellum á miðjuna hérna. Sem mikið veit að við smellum á miðjuna þar sem hérna línu svo það komið rétt. Smellum á það og drögum hann til hliðar hérna, ortomót 200 mm. Það var konum á sem er 1,2. Ég ætla að gera sama með þetta hérna. Þannig að S-blóðskipin inn, sprengi blokkinni. Þetta er. Þá var hún orðin, sjáðu, sikkura línunar. Hún ljómast upp þegar þið fer yfir stakalínu. Þannig sjáðu sér bara sprengjan, annars ljómast það allir upp þegar þetta. Ég gera sama hérna. Ég ver hérna bláhornið með græna flipunum. Svona. Tek svo stress. Smellir hérna miðjuna. Og nú ætla ég að búa til oft sem er 2200 mm. Erum að byggja á sem er 1000. Þannig að bætum 1200 mm við. Þetta er. Þannig að það var að hóti stór. Ok, síðan ætla ég að hæla þetta þarna hérna allan. Svona, til munin á
græna og bláa þegar ekki. Þannig að fara yfir það hérna, ég ætla að sýta að skipa þér. Ef maður velur græna, þá kemur allt sem að snertir, sem að grænu hlutin snertir, þá veiði ég allt þannig. Ef ég er með bláa hlutin, svona, þá velur hún allt sem er 100% inni. Hún er ekkert að velja núna á efri ofninum, út af því að það er engin lína 100% inn í bláakastan. Svona línuveðari. Jæja, þessi ofn hérna, við ætlum að búa til blokk úr honum og við köllum það bara saman. Þetta er ofn 1,2 metrar bara. Með líka kalla hann á 1200. Basebond, Specify Green, ok. Og smellum þá hérna á neðri slútin. Gera sama fyrir 200 mm ofnin. Veljum hann allan, passið okkar á því að það er allt ljómað sem að tilheyra honum og það sé ekkert annað ljómað með. Ég fer í Create, blokk og hérna er ofn 1,2 metrar. Basebond takaði það, ekkert annað. Ég var náttúrulega þessi hérna og alveg á splitting. Ok, og ég smelli hérna. Þá ættum við eiga blokkir. Og einfaldasta leiðin til að færa þetta síðan inn í verkefnið ykkar, það er að velja þetta allt saman, ljóma, Ctrl+C fyrir copy, farið svo inn í verkefnið ykkar sem þið að teikna og það er ítið fyrir Ctrl+. Þá er blokkin komin, svona bitur sem þá á rúmmyndinni, nei á grunnmyndinni fyrir ekki. Þær eru líka komnar hérna í insert hérna, sorry. Ef við ferum hérna í insert blokk hérna, þá eru þessi ofnar komnar hérna í skránni ykkar. Og þannig að þó við eigðum út hérna núna, svona delete, þá eru það samt hérna inni. Getum alltaf náðið þar. Bara smetla og það er komin til staðar. Og basebondið sem við völdum, það verður þessi stútur hérna. Þannig að það er að vera mjög auðvelt að raða þeim upp á sinn stað. Svona. Tónmyndir hérna. Og síðan bara snúa honum við með rotate. Þannig að þá er það bara klárt. Svona það, þannig að byggjum við til ofna fyrir hitalagnir, teikniblokk til nokkunar.